fyrir fólkið og velkomin með mér í Klettur. Nú, ég þarf ekkert að tíunda það sérstaklega. Það hefur verið einstök haustblíða bæði á Austurlandi og Norðurlandi og reyndar sumarið búið að vera einstakt. Nú, þetta staðfestir Veðurstofan því nýliðinn septembermánuður einn sá hlýjasti sem komið hefur á Norður- og Austurlandi allt frá því að veðurathuganir hófust. Nú, ein ég sitt og sauma inn í litlu húsi, segir í gömlu kvæði. Nú, þetta getur verið svolítið einmannalegt og konur til dæmis á Héraði, þær ákváðu að hittast einu sinni í viku og með sínar saumavélar til þess að svona læra hver af annari og þar að auki hafa þær fengið til liðs við sig verðandi kjólameistara. Við erum bara að hittast til að sauma saman og ég hérna til að leiðbeina þeim sem þurfa smá aðstoð. Þannig að þetta hugsað þannig að hver bara kemur sitt verkefni og er dunda í sínu og getur þá kallað eftir aðstoð ef eitthvað er. Konurnar koma saman í björtu og rúmgóðu húsnæði þar sem vaskur er til húsa, fyrirtæki sem hjónin Guðjón Sigmundsson og Sigríður Guðmarsdóttir reka. Nú, þarna er eitt öflugasta þvottahús landsins en auk þess verslun með skrifstofuvörur, hreinlætisvörur, víngerðarefni, leikföng, húsáhöld, rúmfatnað, handklæði, dúka og skíðabúnaði yfir veturinn, svo eitthvað sé nú nefnt. En þar að auki er að finna margvíslegar hannyrða og föndurvörur í vaski, meðal annars efnisstranga og tvinna til saumaskapar. Sigríður Guðmarsdóttir, verslunarstjóri, hefur lengi haft gaman af því að sauma en hún hefði löngu til þess að fá einhverjar konur með sér við saumaskapinn. Þá ákvað hún að auglýsa saumakvöld í versluninni. Þetta er búið verið 3 ár sem það var verið að hittast hérna. Ég er bara nýkomin inn í þetta sem leiðbeinandi. Það var engin leiðbeinandi og þeim fannst það vanta. Þannig að núna er ég hér og leiðbein eftir þörfum. Nú, María er að ljúka námi, verður fatatæknir að því loknu. Konurnar tóku því fegins hendi þegar tækifæri bauðst til að fá hennar leiðsögn. Því þótt margar þeirra kunni nú ýmislegt fyrir sér í saumaskapnum, þá er gaman að fá að kynnast því nýjasta í saumaheiminum. Ég er að læra, sem sagt. Ég á eftir einu önnu kjólasaum og ég bara bíð eftir henni. Hún verður kennd næsta vor. Þannig að í millitíðinu þá er ég hérna á Egilsstöðum og verða með saumakvöldin og er svo að fara að opna saumastofu í haust. Sem verður þá tekið smá pása frá meðan ég klára námið. Hér í eina tíð, þegar nýtnin var í háaugum höfð, þá var mikið saumað og allt notað og ef ný efni voru ekki til staðar, þá var saumað upp úr gömlum flíkum. En síðan kom sá tími að saumavélinni var hreinlega ýtt til hliðar. Fataverð hafði lækkað en efnisverð hækkað. Þá var saumaskapur ekki lengur hagkvæmur fyrir heimilið. Sigríður Guðmarsdóttir segist hafa fundið fyrir hugarfarsbreytingu eftir hrun. Eftir það hafi til dæmis orðið til prjóna kaffiklúbar allt Hérað. Þess vegna hafi hún ákveðið að efna til saumakvöldana og þeim hafi verið frábærlega vel tekið. Þetta hefur alveg lukkast mjög vel hingað til, þannig að við stefnum að halda ótrauður áfram. Já, við hittumst á miðvikudagskvöldum klukkan 7:30 til 10:30. Sigríður segir að það séu konur á öllum aldri sem komi á saumakvöldin. Sumar komi í hverri viku, nú aðrar mánaðarlega, en það sé engin skyldu mæting. Nú þar sem konurnar eru að sauma er margvíslegt. Sumar setji í kjól handa sjálfur sér, aðrar eru að sauma flíkur handa börnum eða barnabörnum og sumar fari í að sauma heilu bútasaumsteppin. Nú það eina sem konurnar þurfa að hafa með sér á staðinn er góðaskapið og saumavél. Já, það koma sérst allir með sína saumavél og sinn tvinna og geta svo keypt eftir þörfum bara það sem vantar. Það eru efni, það er náttúrulega tvinnið til sölu, það er níðaskæri, það er pappír, það er allt sem þarf í saumaskapinn. Þetta er þvottahús, en þetta er svo margt meira. Það er sko allt í sölu hérna. Það er allt fyrir föndrið. Það eru perlur og það er garn og það eru heklunálar, prjónar. Allt fyrir prjónaskapinn náttúrulega líka. Augljóslega, það eru tölur, það eru pönnur, sængurverasett. Bara þú nefnir að það er til hérna. Og náttúrulega öll þessi fínu efni sem eru fyrir föndru.
Ég reikna með að flestir á Norður- og Austurlandi séu búnir að taka upp sínar kartöflur og á þessu hausti var hreinlega met uppskera. Nú við Hjalti bröðum okkur heim í Setberg og hittum þar fyrir bóndan Helga Bragason en á Setbergi hefur kartöflurækt verið stunduð, sennilega aldir og í haust var hreinlega met uppskera. Uppskeran í haust bara framar öllum vonum. Það hefur ekki verið svona uppsker á héraði í 30 ár, myndi ég með að segja. Það náttúrulega fyrst og fremst bara veðurfarið. Það er búin að vera einmunna blíða hér og bara síðan í vor, síðan í mars, apríl. Það getur ekkert orðið betra. En kartöflur eru næringaríkar og kartöflur hafa í tímans rás orðið mikilvægur hluti af mataræði Íslendinga. Það er þó ekki fyrr en í upphafi 19. aldar að kartöflurækt hasla sér völl meðal Íslendinga svo munar. Nú sennilega hefur það verið neyðin sem kenndi landanum þessa ræktun því í upphafi 19. aldarinnar var víða ófriður í Evrópu og skipasamgöngur til Íslands því stopular. Fyrir vikið var víða mataskortur, sérstaklega var skortur á kornmat. Nú þetta var til þess að landin fór að rækta kartöflur í stórum stíl. En uppskeran hefur svona verið upp og ofan í gegnum tíðina. Sennilega hefur kartöflu uppskera á Íslandi hvergi verið betri en á Austurlandi í ár. Nú þar voru hlýindi í allt sumar og mátuleg væta samkvæmt mælingum Veðurstofunnar. En tíðin var einnig góð á Norðurlandi og kartöflubændur þar segja að uppskeran sé það bil 16 föld. Það eru tíkóin núna 50 tonn, milli 50 og 60 tonn úr 3 hekturum. Það er eitthvað sem á ekki að vænast í uppskerumagni. Það er alveg farið niður í 11 tonn úr 5 hekturum. Það er svolítið sveifla. Við höfum við 4 í haust að taka upp. Það hefur eiginlega verið mest að gera að taka frá upptökuvíl. Það er bara alltaf fullir kassar. Nú reyndi að segja hobby-kartöflubændur á héraði að þeir hafi fengið alltaf því 30-falda uppskeru upp úr görðum sínum heima við húsvegg. En uppskeran var mun síðri á Suðurlandi. Þar var vætutíð fram eftir vori, þannig að kartöflubændur voru seinir til með að koma útsæðinu í garðana og síðan rigndi líka mikið síðsumars þannig að erfiðlega gekk að taka upp. En bændur þar eru þó flestir hverjir búnir að ná upp úr görðum sínum. Nú þótt svona hafi gengið á Suðurlandi þá er uppskeran samt ívið betri þar heldur en var árið áður. En engu að síður þá eru það sunnlenskir kartöflubændur sem sjá landanum fyrir það bil 70% af þeim kartöflum sem Íslendingar neyta árlega. Nú fyrir vikið eru ekki líkur til þess að sumaruppskeran dugi fram á næsta haust, þannig að öllum líkindum þarf að flytja inn kartöflur þegar líður á næsta sumar, eins og gerðist reyndar einnig í sumar. Nú Helgi á Setbergi selur sína framleiðslu til mötuneyti álversins í Reyðarfirði og einnig eru setbergskartöflur á borðum á flestum þorrablótum á héraði. Og vinnunni við kartöflunar er hvergi nærri lokið þótt það séu komnar upp úr görðunum. Nei, mest á okkar framleiðslu hefur verið að skræla fyrir og þá sérstaklega fyrir álverið, mötuneytið á Reyðarfirði og þá bara geymt í vatni. Það er svona 3 daga geymsluþol, 3-4. Það er engin aukaefni notuð, þetta er bara fersk vara. Við höfum undanfærin ár ekki náð að anna í mötuneyti, en nú eigum við raun og veru miklu meira en nóg. Þannig að þetta ætti að ná saman. Nú það er ekki alltaf að vísan að róa í kartöflurækt á Íslandi. Stundum er uppskeran lítil en stundum góð. En engu að síður er alltaf sama spurnin eftir kartöflum hjá landanum. Við höfum verið að taka upp svona, það er náttúrulega mismunandi langir dagar en kannski svona meðaltali 8 til 12 tonn á dag, eitthvað svoleiðis. Það er svona svipað eins og við höfum verið að ná á ári undanfarin ár. Ein frostnótt. Bara Æðslan, Borgarfirði austri, hafði venjulega verið frost undanfarin ár. Þá nótt.
Þannig að það hefur ekki verið góður díll. Fá næturfrost í júlílok. Já, næturfrostin hafa oft leikið kartöflubændur illa, en það slapp til í nær öllum landshlutum í sumar. En það fer ekki alltaf saman að góð uppskera þýði aukinn hagnað hjá bændum. Það hefur nú verið frekar svona strangt þegar engin uppskera en ef þú átt einhverja vöru til að selja þá kannski hefur eitthvað út úr því. Upp í tap 100 ára. Nei, þetta er náttúrulega áhættubúgrein. Það er svoleiðis. Þú veist hvaða kostnað þú ert með og þú veist ekki hvaða tekjur þú færð. Og Helgi hefur stundum ekki alltaf getað státað sig af mikilli uppskeru. Stundum hefur hann þurft að leita til kollega sinna á Suðurlandi til þess að hafa nægar birgðir af kartöflum til þess að geta staðið við gerða samninga við mötuneyti álversins á Reyðarfirði. Í slæmum árum þá höfum við keypt kartöflur að til að selja í mötuneyti. Já, góð uppskera hjá kartöflubændum fer ekki alltaf saman við góða afkomu. Þeir kartöflubændur sem selja sína uppskeru í matvöruverslunum verða að sætta sig við svokallað markaðsverð. Þeir kartöflubændur sem ég ræddi við, bæði á Norðurlandi, Austurlandi og Suðurlandi, segja að þetta markaðsverð sé í raun ákveðið af stjórnendum matvörubúðana, þeirra stóru sem stjórna markanum. Þannig hafi þeir lækkað verðið til bænda 50 til 60 krónur á kílóið þegar þeir fréttu af góðri uppskeru í haust. Nú en til neytenda hafi kílóverðið hins vegar hækkað svipaða krónutölu. En þetta vilja kartöflubændur ekki segja undir nafni. Ef við gerðum það, yrði framleiðslu okkar hent út úr þessum verslunum strax daginn eftir, sögðu þeir bændur sem ég ræddi við. En það er ekki bara það að það sé góð uppskera fyrir austan og norðan, kartöflurnar eru fallegar og heilbrigðar. Ég held að með svona heilt yfir segja að kartöflurnar séu mjög heilbrigðar eftir þetta góða sumar. Það er búið að vera þurrt, við höfum ekki verið að sjá neina sveppi eða það hefur ekki verið mikill raki, þannig að þetta er mjög heilbrigð uppskera sem er að koma í hús. En það náðst upp í þurru og góðu veðri. Þannig að það er sé ekkert að fá þetta betra. Þetta er bara, má eiginlega segja að það eru mjög góður í stærð, jafnri stærð. En stórar, það er einhvern vantar orðið smáu kartöflurnar í þetta. En það er bara mjög jafnar og góð stærð og kartöflur. Það kostaði Austfirðinga bæði blóð, svita og tár á sínum tíma að koma upp héraðsheimilinu á Valaskjálf. En þetta tókst og sumarið 1966 var þetta glæsilega heimili vígt og þá talið eitt glæsilegasta félagsheimili landsins. Nú til að byrja með gekk reksturinn vel og þá var farið út í að stækka og síðasta stækkunin var glæsilegt hótel. En síðan fór aðeins að kreppa og þegar leið að síðustu aldamótum þá ákváðu sveitarfélögin að selja þessa eign. En nýjum eigendum gekk ekkert betur, reksturinn komst í þrot á endanum og Landsbankinn leysti til sín þessa glæsilegu eign sem er mörgum héraðsmönnum hjartfólgin. En nú er kominn nýr eigandi, Þráinn Lárusson sem lengi hefur rekið hótelið á Hallormsstað, hefur keypt Valaskjálf. En hver er tilgangurinn hjá Þráni? Já, maður kannski segja að ég sé nú búinn að hafa augast að þessu húsi nokkuð lengi. Og kannski má segja líka að mér finnst bara sárt að sjá hvernig þetta hefur verið hérna allt saman. Þetta hefur náttúrulega verið svona hálfgerð sorgarsaga í mjög mörg ár og alveg frá því að ég kom hingað austur. Og hefur þetta verið svona hálfgert vandamála dæmi þetta hús og mér finnst erfitt að horfa upp á það. Þetta er nú svona sögulegt hús og náttúrulega spila stóra rullu í ferðaþjónustu á Egilsstöðum og kannski bara langaði mig til þess að glíma við þetta verkefni.
Valaskjál hefur drabbast niður á undanförnum árum, sérstaklega sá hluti sem upphaflega var byggður sem félagsheimili. Þar ætla Þráinn að taka til hendinni til að byrja með og hann ætlar að vinna þetta tiltölulega hratt. Skiljanlega þarf náttúrulega að gera ansi mikið hérna og en við byrjum á því núna mánaðamótin að fara inn í stóra salinn, þess að gamla félagsheimili og gera hann svona boðlegan. Við höfum nú bara mánuð í það, þannig að það verður sem ekki gerðan en stórar framkvæmdir en þó hann verður málaður og þrifinn og slípað gólf og keypt inn nýja húsgögn og eitthvað slíkt. Síðan 1. nóvember þá ætlun að fara hingað inn í hótelutan og hann verður tekinn í gegn í vetur og klárað fyrir næsta vor. Svo stemt að því 1. apríl að fara aftur inn í félagsheimili og þá verður félagsheimili gerða mun meiri breytingar á því eða sem sagt betrumbætt húsnæði. Þannig að það sem við munum gera það að við munum alltaf að reyna að bara færa þetta aftur þetta hús til svona vegs og virðingar eins og það á skilið. Ég held að þetta hús hafi aldrei fengið tækifæri, ekki eftir að menn tóku það ákvörðun að byggja annað hótel hérna að þá svona voru ákveðin aðeins sem vildu helst bara fá þetta bara út af markaðinum og þetta þótti ekki fínt og þetta þótti gamaldast og hallarist þetta svona. Þannig að húsi hefur kannski aldrei fengið séns að sýna hvað hægt að gera og svo ég tíkt hvort að ég rétti aðeins í þetta en ég ætti alltaf að gefa þessu séns. Þráinn hefur mikla reynslu í rekstri veitingahús og hótela. Hann hefur til dæmis rekið Hótel Hallormsstað, eitt stærsta og glæsilegasta hótelið á Austurlandi, auk þess að reka veitingastað á Egilsstöðum. En hvernig starfsemi sér hann fyrir sér í Valaskjál á komandi mánuðum og árum? Þetta náttúrulega, verður náttúrulega, stærstu hlutan náttúrulega byggist þetta á hótelstarfseminni sem þetta og þetta náttúrulega 39 herbergja hótel í dag og það sem ekki launungamál að við munum stækka hótelið en það verður náttúrulega ekki gert alveg strax, þannig að nýlega búið að stækka hótel hérna á Egilsstöðum og þannig að markaðurinn þarf að leita jafnvægis áður en að verður farið í frekari stækkanir en ég get alveg séð það og séð það fyrir mér innan 3 ára munum við byggja við hóteli eða eftir 3 ár og varðandi þennan félagsheimilis hluta þó að mér sé illa við þetta félagsheimilis orð eða heiti en þá ætlum við þar að En hann sér einnig fyrir sér að Valaskjál geti laðað til sín listamenn úr öðrum landslutum eftir endurbætur. En hann hefur ekki áhuga á að endurvekja gömlu sveita balla menninguna. Ég vona náttúrulega að það verði leiksýningar og þær fá að vera hérna inni og það er náttúrulega eftir að sjá hvernig það
svona rúmast hérna inn í þetta en klárlega verða hérna leiksýningar. Og ég sé líka tækifæri til að flytja leiksýningar að sunnan og svona minni verk sem verið að setja upp í Þjóðleikhúsinu eða Borgarleikhúsinu, þeir getur kannski komið hérna með eina sýningu eða eina helgisýningu eða eitthvað slíkt sko, þannig að það verði aðstaða gerð fyrir það en varðandi dansleikjahaldið þá náttúrulega dansleikjahald svona eins og í svona stórum húsum barnsins tíma og við sjáum bara það hver þróunin að verða á Akureyri og í Reykjavík og alls það, þetta bara horfið. Þannig að ég ekki að sjá að við mögum halda svona einhverja dansleiki hérna, nema þá kannski auðvitað verða hérna árshátíðir þar sem verður dansað og jú, ég ekkert að segja það, auðvitað kannski líklegt að maður verður kannski með dansleik eins og annan í jólum eða eitthvað slíkt, eitthvað svona kannski 2-3 ári, eitthvað svona stærri dæmi. Ég búin að var nú lengi í þessum bransa hérna áður fyrir og þessum skemmtibransa og mér finnst það nú ekkit árennilegur sko, hvað varandi umgengni og svona og þetta fer ekki saman því miður. Þráinn segist hafa metnað til þess að þetta dæmi geti gengið upp en hann segir það líka velta mikið á heimamönnum að vel takist til. Þeir verði að leggjast með sér á árarnar. Það því ástæða fyrir héraðsmenn að gleðjast. Ég ætla að vona það en eins og ég sagði áðan, þetta byggist bara á íbúunum heimamönnum að þeir verði duglegir að sækja þetta því að það er ekkert launungamála þegar ég kaupi þetta þá fylgja með teikningar þessum að Landsbankinn var búin að láta teikna herbergi inn í félagsheimilis hlutan, þar að segja þar 20 herbergja hótel þar sem þá eru sett bara millilofti eða milligólfi í sko þar sem að svalirnar núna og þetta er hótel á 2 hæðum. Þessar teikningar eru til en mér finnst grátlegt ef að menn myndu ráðast í það strax núna. Ég vil gefa þessu séns en ég segi það ekki, ég ætla ekkert sem að sitja með þetta hús tómt í mörg ár, ég meina annarkvort verður þetta í notkun eða þá að ég verður að grípa til annara ráðstafana því að ég er náttúrulega bara einstaklingur í viðskiptum og viðskipti þurfa að ganga upp, þannig er það bara. En hvað með nafnið Vala Skjálf? Héraðsmenn völdu þetta nafn að vandlega hugsuðu máli og það mun hafa verið Ásdís Sveinsdóttir sem átti þessa hugmynd, Vala Skjálf. Verður þetta nafn áfram á húsinu? Vala Skjálf nafni mun halda sér, já, við munum ekki nota þetta hótel Egilsstaðir sem er búið að vera þessu núna í nokkur ár. Ég tel það mjög óheppilegt að það skyldi hafa verið gert gagnvart öðrum hótelhaldara hérna á svæðinu líka. Ég skil ekki hvernig ósköpun okkur menn hættu að nota þetta Vala Skjálfsnafn, þetta er náttúrulega bara þetta gamla nafni og að sjálfsögðu munum við taka það upp. Þetta verður hótel Vala Skjálf og félagsheimili verður svo Vala Skjálf bara eins og var. Það hefur verið mikill uppgangur í ferðaþjónustu á Austurlandi undanfarin ár. Þar eru ný og vegleg, glæsileg hótel fyrir, eitt það stærsta og veglegasta í eigu Þráins. Hann óttast ekki að hann sé komin í samkeppni við sjálfan sig sem geti endað illa. Nei, ég held ekki. Sko, við erum náttúrulega með stórt hótel í dag hérna og erum með stærsta hótel Austurlandi hér á svæðinu og það í rauninni má segja kannski að þetta og það séu svona hægt að samræma þetta er svona þetta við þann rekstur. Ég held að samlegðar áhrifin sko, það er það sem að muni akkurat hjálpa okkur í þessu. Það fer mjög gott orð að okkar rekstri inn á Hallormsstað og það verður að segjast eins og að það eru langir biðlista þar og ég hef ekki trú á öðru en að þeir sem eru að biðlista þar að þeir séu tilbúin til þess að fara þá hingað til okkar hér ef við komum ekki að upp frá. Ég held að þetta sé kannski megin ástæðan fyrir því að ég hreinlega þorði að fara í þetta. Það er það að ég myndi ekki vilja gera þetta ef ég væri ekki í þessu fyrir, ef ég væri bara einhver Jón Jónsson til bæ að reyna að fara á stað með hótel. Sko, það verður náttúrulega bara að segja sem að orðsporið og það sem að þetta þessi rekstur hefur skapast sér hér undanfarin ár er nú kannski ekki til þess að hrópa húrra yfir því miður, þannig að þetta verður brött brekka, mjög brött, en kannski er hún okkur auðveldari þar sem að fera okkur gott orð og þetta er bara hrein viðbót sem að við náttúrulega getum nýtt yfirflæðið inn á Hallormsstaðinn sem ég sagði áðan til þess að koma með hingað og þjónusta þá okkar viðskiptavinnum bara þeim betur.
Nú svo náttúrulega verður að segja að það verður náttúrulega líka með mjög vinsæla veitingastað hérna á Egilsstöðum sem að eðlilega mun hafa mjög jákvæð áhrif á þetta líka. Þannig að samvinna veitingastæðins og þessa hús getur náttúrulega verið mjög sterk sko. Þannig ég held að þetta sé raunlega bara kannski mjög eðlileg afleiðing eða svona eðlilegt framhald af því sem við erum að gera og kannski erum við heldur ekki hætt alveg. Nú þá verður ekki fleira í Klettum hjá okkur í dag. Við, fögnum vetri það ekki. Það svona farið að hausta, fyrir ekkert milli mála, betra að fara að klæða sig aðeins betur, en merkilegt nokk sjáum að sumarblómin standa víða ennþá og mér sagt að það sé enn hægt að finna ber sem hægt að nýta. En hvað það, ekki fleira í dag, sjáumst aftur á sama tíma í næstu viku, þess og meðan.